Það eitthvað sem að Guð vill að við leggjum stund á að gefa áfram af því sem hann hefur gefið okkur. Og Biblían, hún líka full af leiðbeiningum. Og ég var að hlusta daginn og einn maður sagði að maður ætti bara að lesa það sem hann vildi sjá í ríkningunni af því að hann fannst það svo mikið af ljótum hlutum. En Guð sýndi mér að það á ekki að gera þannig. Ég á bara að taka orðið sem kemur fyrir vegna þess að Guð sýnir okkur ljótu hlutina líka þegar við skoðum afleiðinguna af því þegar menn voru óhlýðnast Guði og gera sem ljótu hluti að þá þetta kennslega fyrir okkur til þess að varast það að vera að lifa ykkur vitleysum. Vegna þess að þegar að Ísraelsmenn og þeir gengur með Guði og gerðu það sem rétt var í hans augum og hlýddu að þá var blessun yfir þeim og svo gekk allt upp. En leið og þeim fóru að ýta Guði til hliðar og segja við þurfum ábygglega ekkert Guði lengur að halda og það gengur svo vel eða þeir fóru að gera hluti sem voru synd í augum Guðs og þá myndaðist aðskilnaður milli þeirra og Guðs og vanblessun kom yfir þá. Menn voru fjarlægir á landi sínu og teknir sem þrælar og hvað eftir annað. En leið og þeir beygðu sig þá gaf Guðum alltaf ótrúlega sigur. Og þannig það með hlýðnina að það er blessun að hlýða Guði. Ég veit að hlýðni fyrir suma ekkert sérstaklega þægilegt orð. Vegna þess að áður en ég frelsaðist að þá var ég uppreisnarsökur og orðið hlýðni var ekki númer 1 hjá mér á vinsældalistanum og ég braut alla reglur sem ég vildi brjóta. En þegar heilagur andi, þegar hann fór að verka í mér, þá öðlaðist ég nýjan kraft. Ég öðlaðist kraft til þess að gera það sem rétt er. Og þegar ég fór að finna það að þegar ég gerði eitthvað sem var rétt, þá fór mér að líða betur og mér fór að ganga betur í lífinu. Og það er það sem að Guð vill líka sýna okkur í gegnum þennan mjótleika sem sjáum menn oft gera, að það er bara ölvun að því að gera ykkur vitlausa hluti. Og líka það er talað það að allt hefur sína afleiðingar. Allt það sem ég segi hér og hugsa, það hefur sína afleiðingar. En veit ekki afleiðingin er því að eyða tíma með Guði, eða taka frá tíma í bæn, taka frá tíma til þess að hugleiða Guð, lofun og annað. Afleiðingin af því aukin gleði inn í líf okkar, það aukin kraftur og getur þess að framkvæma eitthvað sem við gátum ekki gert áður. Það er miklu meiri kærleikur inn í líf okkar eftir við höfðum, af því að kærleikur þarf að streyma inn í líf okkar og það kemur líka friður Guðs algjörlega yfir líf okkar. Og allavega fyrir einstaklingar sem mig, að þá var oft roki í hausnum á mér, þetta var eins og allt á fulli í hausnum, ég átti erfitt með að slaka á og eiga frið. En leið og ég fór að læra þetta, að meðtaka frið Guðs í mig, þá var hann bara lok, hann bara þögn í hausnum. Þetta er eitthvað sem er mjög eftirsóknarvert og það stendur í biblíuútskýringabókum að friður þýðir að finna fyrir öryggi í nærveru Guðs. En þegar ég er í nærveru Guðs, þá er ég öryggur. Og ég hef fundið að það sem við erum öll mannlega og syngur og gerum mistök og ég hef fundið að þegar ég gert eitthvað sem ég á ekki að gera, þá hefur komið ótt inn í lífið, ég hef hrættar og ég hef búin að missa þetta öryggi, ég hef búin að fjarlægast Guð. En leið og ég iðrast og sný mér aftur að honum, þá fæ ég aftur að finna þetta öryggi. Það er vegna þess að í hans nærveru þá er ég öryggur og það er það sem maður þráir. Og ég var búinn að taka svona frekar astanleg dæmi það að reyna að ganga gönguna með Guði og ætla að gera allt án þess að leyfa heilagan anda að verka í lífum okkar. Þá getur alveg skemmt að reyka þvíhjól og reynda að hjóla upp eðsina. Þess vegna þurfum við að hafa kraft heilags anda inn í líf okkar til þess að hafa möguleika og getu til þess að framkvæma það sem við þurfum að gera. Og það er það sem að Guð vill fá að opinbera fyrir okkur öllum er að við getum meðtekið það að með honum þá getum við allt. Amen. Þú getur lækna sjúka, þú getur ekki út illa anda, þú breytir fyrir að vera ekkert með í dag. Þú getur leyst fólk og það tilheyrir okkur að sjá fólk læknast og leysast. Og ég man daginn að þá var Guð undirbúinn að gefa mér þennan boðskap að fekk hann í nokkur skömmtum að þá fór alltaf að ganga út jafnum gefinu og heilagur andi sem hann játti þú. Það
kraftur heilags anda, hann tilheyrir mér. Og mér langar að biðja ykkur bara að hafa eftir mig líka að það sem ég segi núna, getið haft þetta eftir, kraftur heilags anda, hann tilheyrir mér. Krafturinn sem læknar sjúka, hann tilheyrir mér. Krafturinn sem sigraði dauða, hann tilheyrir mér. Krafturinn sem brýtur alla hlekki, hann tilheyrir mér. Allt það sem Guð segir, það tilheyrir mér. Það meðtekið núna, í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Þeir sem að viljið fyrirbænum með koma fram og ég var búinn að byrja Guð að gefa mér þekkingur fyrir kvöldið og fyrir áður en samkom byrjaði og sagði hann að gefa nýja og ferska spurningu yfir Lofgjörðina og ég leysti það yfir það og ég fann það í kvöld að það einhverju nýjir tímar framöndan og líka bara fyrir framhjörn hjá Lofgjörðinu og mikið spurningu yfir þeim og Guð gefur miklu meira. Og svo var annað þekkingur sem ég myndi fá að hér væri einstaklingar inni sem ættu erfitt með að losna frá ákveðnum hlutum. Ef það eitthvað hluti sem er erfitt með að losna frá, það þurfum ekki að segja þetta frá hvort annað, þá vill Guð reisa okkur. Það er oft svona hlutir sem voru erfiðir í mínu lífi, þetta er bara viðurkenna, það hlutir svo klám. Ég held að ég geti aldrei losnað frá því, en svo gafst ég upp og viðurkenndi að ég væri vanmáttur og játaði það sinn. Þá gaf Guð mig kraftinn til að losna frá þessu. Ef við höldum að eitthvað sem við getum ekki losna frá, þá er það lígi beint upp úr pyttinu. Vegna þess að kraftur Guðs sem að tilheyrir þér, hann er miklu meira en allir fjöllunni sem óðurinn hefur. Amen. Heilagur Andi, við þakkum við fyrir það sem þú gefur okkur bara gráið það og komið yfir okkur núna droppin og fyllir okkur, við leysa út lækningu yfir þá sem eru sjúki hér í kvöldrottinu eða einhver sem þarnast eitthvað drottin. Þá þakka þér fyrir að þú vilt koma og vilt mæta og fylla á þarfina drottin. Ef það er einhver fjárhagsleikar drottin, þá þakka þér fyrir að þú hefur lausninni þær kynstaður. Ef það er einhver ósettum með einstaklingar og ófyrirgefning, þá þakka þér fyrir að drottin að þú kemur við fyrirgefning og lækning og lausninni þær aðstæður. Og við þakka þér drottin fyrir hvernig þú bara verkar í lífum okkar. Í Jesú nafni. Amen. Þú bara spila létt undir og þeir sem bara vilja fá fyrirbæn og vilja fá reyði kraft inn í lífi ykkar, velkomin fram.